Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Húnaþing vestra eitt af fámennari sveitarfélögum landsins. Þar búa tæplega 1200 íbúar en sveitarfélagið nær yfir rúma 3000 ferkílómetra. Fyrir 3 árum var ráðist í það þrekvirki að leggja hitaveitu allt sveitarfélagið en frá árinu 1972 hefur verið hitaveita í húsum á Hvammstanga. Uppsprettur heitavatnsins að finna á Reykjum í Hrútafirði og Laugarbakka í Miðfirði en þar fást nærri 40 sekúndulítrar af 97 stiga heitu vatni en aðeins helmingur þess hefur verið nýttur. Þetta bara eins og að finna olíu eða hvað að segja á landregninni. Þetta eru 3 borholur sem við erum með. Það á Borðeyri, Reykjatanga og svo á Laugarbakka og það svo frá Laugarbakka sem að þjóna Miðfirði, og Hvammstanga þá og Víðdalnum. Og Reykjum í Hrútafirði þá verið að var lagt norður Hegstaðanesið eða Hrútafirði þannig að það næra Bessastöðum en við höfum svona væntingar og erum byrjuð að skoða hvort það sé grundvöllur til þess að sækja þar meira vatn. Þannig að verði hægt að halda áfram svona inn Hrútafirðin. Hitaveitan í heimamanna og verður vonandi þannig. Hverju mál skiptir það? Það skiptir öllu máli. Vegna þess að það ekki verið að reka þessa hitaveitu þannig að það þarf ekki að borga neinn öðrum heldur en íbúum Húnaþings vestra. Þannig að ef við erum að rukka mikið þá það lækka og ef við erum að rukka of lítið þá það hækka þetta. En við reynum að hafa borð fyrir báru eins og bara í öðrum rekstri. En það er enginn að reyna að safna einhverju sjóðum nema þá eiga fyrir mögulegu viðhaldi. En það skiptir miklu máli að það séu ekki einhverjir aðrir sem eiga þetta, sem þurfi sinn skerf eða sína arðsemi. Ég tel þetta sé mikið velferðarmál og ásamt hitaveitunni þá leggjum við ljósleiðara þannig að við sláum 2 flugur í einu höggi með því. Fyrir þann sem fær hitaveituna að þarna ertu komin með, það gríðarlega dýrt að kynda með rafmagni. Fyrir utan það þá það dýrmætari orka, þetta svona mun umhverfisvænna. En þá ertu með í raun og veru eins mikið og þú þarft af vatni. Þó við leggjum áherslu á að fólk auðvitað fari vel með auðlindina, að þá ertu aldrei í vandræðum með heitavatnið. Og hvort sem það vegna þess að öll fjölskyldan þarf að komast í bað á sama tíma á aðfangadag eða það vegna þess að þú bara þarft að kynda og þú getur kynnt út úr húsið þín og það verður annað svona loft í húsinu segja þeir sem að fá þetta. Og það svona fullt af svona þetta svo mikið lífsgæði. Hitaveitan var lögð frá Laugarbakka og Hvammstanga 72 og ég hugsa að menn hafi svona verið að skoða málin síðan en tæknin hefur fleygt svo mikið fram að þetta hefur kannski ekki verið raunhæfur möguleiki fyrir síðustu árin og meiri segja bara á milli þess sem að byrja að skoða þetta 2013-14 og þar til þetta var lagt 2015 þá komist við mun lengra með hitaveituna heldur en við áttum vona á í upphafi. Á þessum 3 árum síðan að við byrjuðum 2015 sem eigum að klára í ár þá verðum við að fara 110 km að leggja 110 km á lögnum. Það var eins og við varum að fara upp í Bifröst eða Reykvíkingur að fara á sömuleið eða Bifröst. Þetta ansi mikið. Þetta ekki þar með mjög dýr framkvæmd? Jú, þetta mikill kostnaður sem fylgir þessu en á þessu 3 árum var gerð kostnaðaráætlun upp á einhverjar 800 milljónir tæpar fyrir hitaveitu og þar án á að leggja ljósleiðara samhliða hitaveitunni. Þessar framkvæmdir eru þær mestu sem ráðist hefur verið í áratugi. Kostnaður nálgast nú 1 milljarð króna. Húnaþing vestra hefur verið mjög vel rekið sveitarfélag síðustu áratugi eða bara frá upphafi og reksturinn í jafnvægi. Og það skiptir mjög miklu máli þegar við erum að fara í svona framkvæmd sem að slagar í heildartekjur sveitarfélagsins á einu ári og við erum að gera þetta mjög stuttum tíma. Að sjálfsögðu þurft að taka lán. Það öðruvísi varla hægt að ráða við þetta en notendur greiða heimagjöld og þau eru fundin þannig út að þegar við erum við reiknum framkvæmdina og reynum að meta það bara út frá ákveðnum forsendum. Við fáum svo styrk frá Orkustofnun sem var 12 ára niðurgreiðsla en núna áætluð 16 ára niðurgreiðsla á þeim bæjum sem að taka hitaveitu eða hafa kost á hitaveitu. Þannig að þegar við erum búin að taka tillit til þessa
að þá erum við með ákveðna reikniformúlu og finnum hvað hver og einn þarf að borga. Þetta er töluverð fjárfesting svona fyrir notandann. Það á að sparast á að borga sig upp á einhverjum árum í sparnaði þá á munum á rafkendingu og hitaveitukendingu. Framkvæmdin er reiknuð þannig að hún sé svona cirka núlli, við getum greitt niður lánin, sem sagt, en það er engin að reyna að græða á þessu, þetta er samfélagsverkefni. Þannig þetta á að koma út á núlli með svona eðlilegri arðsemi. Íbúar 120 sveitabæja verða tengdir við hitaveituna og eiga þá kost á ljósleiðara og 3 fasa rafmagni þegar framkvæmdum lýkur. Það eykur verðgildi hverrar jarðar og opnar á alveg ný tækifæri fyrir íbúana. Þegar við erum búin með þessa framkvæmd þá eru cirka 70-80% íbúar sem hafa aðgang að hitaveitu og þeir sem bættum við núna árið 2015 í Hrútafirði upp á Hegstaðanes og í Miðfirði þá inn frá Laugarbakka þar sem jarðhólan og í austur í Víðidal og alveg út að Sýslumörkum og þaðan inn Víðidalinn inn að Bakka sem er innst í bæinn. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.